Já, góðan daginn, góða kvöldið, góða morgun, góða nótt, svona eftir því hvernig við hittum á okkur. Þetta allt svart og hvítt. Jón Grétar heiti ég og ég að spila þennan þátt sóló. Magnús eitthvað ekki alveg stendur fyrir þáttinn í dag, en svona þetta. Já, þetta náttúrulega merkist þáttur, þannig að ég bara, fólk svo upptekið að hann ekki að mæta. Þetta bara svona, stundum ekki hægt að mæta í alls saman langa til að mæta, en það yfir mikið að fara. Klúbburinn fór í ferðina til Newcastle eftir að klúbburinn fekk miða útlutaða til sölu og þetta voru 20 miðar sem að urðu svo 21 sem að var frábært. Það fóru 17 manns í þessa ferð. Seldist upp samt, en svo eitthvað urðu breytingar og einhver ringulreið. Förum ekki nánar út í það, en allavega það voru 17 mann sem fóru með rútunni og fóru flugu saman til Manchester. Tókum rútu frá Manchester upp til Newcastle og gistum þar á Sandman Hotel sem bara við hliðin á vellinum, eins og kannski þegar við séð á YouTube-brásinni og tók ég mynd þarna þar sem við vorum bara nýkomin út á hótelinu, þá vorum við leiðinni upp að vellinum, sem stórkostlegt moment. Það bara verður að segjast alveg eins og það stórkostlegt að mæta á St. James's. Ferðin gekk bara vonum framar. Þetta var flottur hópur sem fór, virkilega flottur 17 manna hópur. Þetta var bara geggja. Það var almennilegt fólk eins og við Newcastle menn náttúrulega og ég held að við höfum bara þannig séð verið okkur til sómar, held ég bara. Við vorum allavega ekkert allt og klikkaðir, held ég. Þótt að við Íslendingar erum þekktu fyrir það að vera snar. Já, það slæmt að hafa ekki Magga hann á það til að sussa mig niður svona þegar ég að segja hluti sem maður á ekki að vera að segja. En ég tala bara beint út og sé ekki þetta því. Leikirnir sem sagt, eru búin að vera síðan frá síðasta þætti bara raun og veru Aston Villa leikurinn sem ég verð að segja að við horfðum á. Og þessi sæti sem við fengum, þetta var við hliðin á away supporters. Það var mjög sérstakt. Og maður hefur heyrt talað það sko, að það sé svo erfitt fyrir away fans að mæta á St. James's. Ég veit nú að viðurkenna það, mér fannst nú bara ekkert að því að labba upp þessa stiga. Mér fannst það bara allt í lagi. Það var bara mjög fínt, sko. Og vissulega margir stigar, en svo sem skiptir ekki máli. Og það sem var svona sérstakt við þetta líka var það að ég hef aldrei hort á leikinn með þessu sjónarhorni, svona hátt uppi og ég held að ég myndi missa á svo miklu sem að var svo raunin. Það skemmti sér konunglega og maður sá leikinn, en það vantaði rosalega mikið upp á smáatriðin. Sem sagt, ég var að viðurkenna það að maður fekk ekki alveg eins mikið að taka þátt í leiknum eins og maður myndi vilja gera. Þannig að persónulega myndi ég vilja setja neðar eins og ég hef vanalega gert, en það var samt svo sem, þú veist, það ekkert að því að sitja þarna, sko, það alls ekkert að því, sérstaklega ekki þegar maður að fara í svona hópferð með skemmtilegu fólki, sko, þá náttúrulega skiptir það engum máli, þannig séð. Og hvað þá fyrir þá sem að hvað ég maður segja, fylgihlutirnir kannski makar eins og annað og sem hafa kannski engan áhuga á fótbolta, þá bara þetta hörku sniðut og hörku gaman, sko, að fara í þetta. Já, við töpuðum þessum leik 2-0 og ég bara, sko, þegar ferðinni var lokið og komin heima, þá kveikti ég á sjónvarpinu og horfði á leikinn aftur og vitandi til þess hvernig hann endaði og allt það, en ég verð bara að segja að það fór mikið fram hjá mér á með hvernig leikurinn spilaðist, því að við vorum alls ekkert svo lélegir í þessum leik, sko. Við vorum bara alveg þokkalega góðir, það bara rann ekki fyrir okkur, það var bara svolítið svoleiðis.
einhverstað sá ég á samfélagsmiðlum að þá að tala að þeir væru að dómarinn væri blindur það var sendt út viðvörun að ég minni að við séð einhverstað á Facebook eða einhverstað þar að dómarinn hafi verið blindur í þessum leik og ég vissi ekkert hvernig það var, ég sá þetta meðan við vorum úti og ég gat ekkert kommentað á það því að ég hafði ekki hugmyndið það en svo þegar ég kom tilbaka þá eiginlega bara sá ég hvað þeir voru að tala það voru alveg fullt af atriðum hérna í þessum leik sem að benti bara til þess að maðurinn væri staurblindur en fótbolti er fótbolti og það tjáir ekki að deila við dómarinn eins og þeir segja og það virðist vera rétt allavega hefur það ekki skilað árangri allavega ekki sem ég hef séð en ég var ánægður með strákan okkar og gaman að sjá Tonali hvað hann var öflugur í þessum leik hann bar svona yfir hann og Botman líka Botman var fjandi góður þráttur reyndan í vörninu en það fekk á sig 2 mörk en hann náði að retta heilu melling sko ef að fara kannski að síða það líka að náttúrulega sko Martínez átti náttúrulega stórleik í þessari baráttu sko að því sem að mér sýndist í sjónvarpinu allavega og mér fannst hann ennþá betri sko þegar ég var á vellinum þá hélt ég hann að vera að bjarga svo miklu sko en eins og segi þegar maður horfir á þetta sjónvarpi og horfir á þetta live og úr þessari hæð þá einhvern veginn að verður þetta allt öðruvísi stemning og ég held að sé ekki meira hægt að ræða þennan leik þannig séð sko þetta var fyrir mína sakir að þá fannst mér við standa okkur vel þetta bara lenti ekki fyrir okkur það var bara þannig og eins og gerist bara stundum svo bara fyrir nokkur dögum síðan og þá sem sagt fórum við til Parísar og tóku og fórum í heimsókn til Paris Saint-Germain og þetta var leikur þetta var rosalegu leikur þessi vítaspyrna þarna sem hann var dæmt sem Pope svo varði sem var bara geðveikt hann var flottur í þessum leik sjaldan heyrt það frá mér en hann var flottur mér fannst hann bara töluvert góður og bara flest allir leikmennir okkar voru bara mjög góðir og voru bara að spila mjög vel þessi uppsetning á liðinu var mjög skrítin var allt annað heldur en við erum vön að sjá og ég held að sýndi sér rosalega vel í þessum leik líka bara hvað er gott að hafa Voldemati þarna það er stórkostlegt að sjá hvernig maðurinn nær að tengja vörnina og sóknina og miðuna saman sko. Þetta er, já, ég á bara ekki til orð og það var rosalega gaman að fylgjast með þessu þarna á stóra sviðinu þessi leikur verði að segja maður leiksins í þessum Paris Saint-Germain leik veistu það er rosalega erfitt að segja sko. ég er svona mér finnst sko Börn stóð sig mjög vel mér fannst hann bara koma rosalega vel inn í þetta eftir að hafa verið sko frá svona lengi og fara að spila þetta svona af feikna krafti og stóðsending og bara, þú veist, já mér fannst hann bara magnaður og eiginlega bara lítið annað hægt að segja það sko, hann var bara, ég held að hann sé maður leiksins fyrir mér undrabarni sjálft skoraði markið hver annar en Joe Willock maður, hver hefði trúað því ekki ég allavega ég held að þessi maður væri bara búinn og hann væri ekki að fara að gera nokkuð skapaðan hlutur fyrir okkur en frábært er að menn sanna mig hafa ránt fyrir mér ég er mjög ánægður með það mér finnst það mjög skemmtilegt og þvílíkt mark mér finnst það frábært þetta var stór skemmtun þessi leiku var góður þráttur jafnteflisleik en 2 mörk í leiknum og þetta var mér Pope átti stórleiki þessum leik líka þannig að vonandi heldur hann bara uppteknum hætti á
morgun á laugardag á móti Liverpoolunum. Það væri mjög fínt. Tonali var rosalega góður líka. Ramsey stóð sig vel, ég ekkert mikill aðdáðandi hans en hann stóð sig líka vel. Voldemati fannst mér vera bara mjög fíll líka. Elanga sýndi nú ekkert rosalega mikla svona glóriur en gaman að sjá hann samt. Gott að sjá Gordon inn á. Mér fannst hann vera líflegur og þetta var sniðug skipting hjá Eddie Howe. Mér fannst skrýta hann hafi ekki gert fleiri en svo sem, það var svo sem allt í lagi. Ég hefði viljað sjá Ósúla inn á í staðin fyrir Vissa samt. Ég held að það hefði verið svona meiri orka í liðinu fyrir vikið. Þótt að hún hefði verið alveg slatti mikil en ég held að það hefði verið meira ef að Ósúla hefði verið settur hann inn með. En hvað veit maður, en mér fannst þessi leikur hjá Eddie Howe að spila leiknum svona og skiptingarnar, mér fannst það bara vel gert hjá honum. Nei, ég ekki komin að bátnum, bara svo þið vitið það. Mér finnst hann enn ekki eiga að vera þarna en tek samt alveg ofana fyrir honum með þetta. Hann greinilega hann hlusta á allt svart og hvít, því að við erum alltaf að biðja þetta og kemur alltaf meira. Og maður kannski vera hrættur við að biðja hann að fara eða? Nei, við skulum ekki gera það. Enda gera hann það örugglega ekkert. Það verður ekkert fyrir bara örugglega bara í sumar eða eitthvað. Ef að svo verður sko. Þessi leikur endaði 1-1 og við vorum hvað enduðum við ekki í 12. sæti á alveg rétt. Við endum í 12. sæti. Þannig að við förum í umspil sem bara flott. Það eru bara fleiri leikir og bara meiri skemmtun. Og við fengum nýliðana í umspilinu. Þetta var Karabakh. Þetta, ég veist að ég hef bara aldrei heyrt þetta lið. Ég veit ekkert þá og nú bara verði ég að fara að kynna mér þetta því að þetta náttúrulega tekið upp nokkurn tíma eftir að útdrátturinn var gerður og og þetta er sko reyndar náttúrulega tóku Liverpoollandir og skeindu sér að þeim þetta með bara 6-0 sigur eða eitthvað. Þannig að ég veit nú ekki hversa væntingar ég var að hafa fyrir þennan leik. Ég hef ekki hugmyndað, þetta er náttúrulega 2 leikir en þetta verður gaman og ég held að þetta bara verður skemmtilegt að prófa að spila móti einhver sem maður þekki ekki og það verður bara mjög fínt. Já, úrdrátturinn raun og veru sem sagt var þannig að við lentum á móti Karabakh FK frá Azerbaijan og ef við komumst áfram frá því þá mætum við annarkvort Chelsea eða Barcelona og sko ég verð nú að viðurkenna það, ég skildi nú ekki alveg þennan drátt sko, ég verð alveg svona verð nú aðeins að reyna að koma þessi fyrir mér sko, en allavega er það þannig að við munum mæta annarkvort Chelsea eða Barcelona sem þýðir það að spádómurinn minn, hann er bara orðinn rangur nú þegar. Þannig að við erum ekki að fara að tapa á móti Barcelona í úrslitaleiknum. Þannig að ég verð bara að grípa það ofan í mig nú, hér og nú. En svona, bara, þetta fer bara á þennan veg og þetta verður gaman að sjá. Ef að ég skil þetta rétt, sko, ég bara einhvern veginn að þá bara hef ekki hugmynd hvernig þetta fer, sko. Mér sýnist þetta að vera þannig að Chelsea og Barcelona, nei það segir þú ert annarkvort að mæta Chelsea eða Barcelona. Þannig að ef að við mætum Chelsea og vinnum þá erum við að fara að mæta hvað? Nú, ég veist að ég skil það ekki. Ég næði þess ekki. En þetta er skemmtileg pæling og sko ef að við mætum Chelsea, já, þá er Barcelona hinum einn og þá gæti spátumurinn mér ræst. Ok, þetta er allt í góðu, þá erum við að fara að lenda í úrslitaleiknum. Það er bara þokkalegt, mér er stila það flott að spátumurinn minn er ennþá til staðar.
En svona þetta þetta var fegna gaman. Ég sá ekki útdráttinn live en ég flett honum upp bara nokkurum klukkutíma setna þar sem ég var bara upptekinn, ég náði ekki að setja sér fram á sjónvarpið akkurat þegar þetta var og allt góð með það. En já, þannig að þetta raun og verið það sem búið að gerast. Fyrir leikinn á morgun, laugardag, Liverpool-leikinn, ég ætla að koma með spádóm fyrir þann leik og ég ætla að spá honum 2-1 sigri fyrir okkur. Ég veit ekki okkur, ég held bara að þeir eru að ná flugi og ég held að þeir hrapi aðeins þarna vegna þess að þeir telja sig kokkrausta og þá missaði dampinn, held ég. Þannig að, já, ég segi 2-1. Jafnvel 2-0. Ef að Pópur eru í sama hami og móti Paris Saint-Germain, þá erum við ekki að fara að fá okkur mark. Sem væri bara fjandinn gott, sko. Ég myndi hoppa hæð mín að það myndi gerast, það væri geggjað. Já, markaskorarar. Nei, allavega ekki Joe Willock, það alveg innum mál. Ég ætla að segja að markaskorararnir verði kantararnir okkar tveir. Þetta verður Barnes og Gordon með mörkin okkar. Ég veit ég spáði því að við skorum 2 mörk og þannig mun þetta enda, held ég. Annarkvort 2-0 eða 2-1 fyrir okkur. Og svo bara eftir það er það ekki Aston Villa aftur, eða ekki? Var það ekki bara strax á eftir? Nei, City og þetta, það er seinni leikurinn í Carabao Cup. Ég veist að ég er bara með 0 eftirvæntingar þar. Ég veit ekkert hvað er að fara að gerast. Ég er bara að fara að horfa á þann leik og vona það besta. Og það verður gaman að sjá hvað kemur út í. Það er búið að taka stóra ákvörðun hér í þessu hvað ég segja í þessu starfi mínu hérna. Ég ætla að hætta með þennan þátt. Þetta verður síðasti þátturinn sem er gefin út af mér allavega. Og ég ætla að hætta setu minni líka í stjórn Newcastle klúbbsins og gef ég það bara út hér með. Þannig að ef að þið stjórnamenn eru að hlusta þá já, á maður ekki alltaf að segja ég þakka fyrir gott samstarf og lali hvernig það hefur verið. Ég geti bara látið það beint út í lofti hérna. Ég ætla nú aðeins að svona stikla á stóru. Við endur sköpuðum klúbbinn þarna á sín tíma. Allir voru rosalega spennti fyrir þessu og var ég það líka. Og já, var mjög spennti fyrir þessu og tilbúin til að vinna og langaði til að gera eitthvað fyrir klúbbinn og gera þetta almennilegt og það var gert. Fyrir Slisni að þá var send út auglýsing hjá Newcastle United FC í Newcastle. Ekki fyrir Slisni, ég sendi fyrir Slisni umsókn til þeirra út af einhverju starfi hjá þeim sem ég langaði til að vera í. Þetta var svona dómgæslu starf einhvers konar þar sem ég átti að meta verkefni og eitthvað svoleiðis og ég sótti það, sendi inn heljarinnar ritgerðum ýmislegt sem að ég hafði áhuga á og fyllt út þarna gott umsóknarblað og sendi ásamt CV og öðru og þetta var bara á sama tíma og við vorum að starta klúbbnum. Í kjölfarið að þá hefur samband við mig einstaklingur sem heitir Matt. Sendi mér e-mail og spyr mig að því hvort að það sé ekki klúbbur á Íslandi og ég segi honum það, jú, að við höfum verið að endurvekja þennan klúbb og værum svona rétt í starttólunum með þetta og vorum að starta þessu
og hann vildi endilega hjálpa okkur eitthvað og þannig að ég fór bara með þetta beint til formannsins og sagði bara við verðum að taka vídeospjall við hann og við gerðum það. Stjórnarmeðlimir voru þarna í fundarherbergi og við rættum þarna við hann og þannig komst á frábært samstarf á milli klúbbana, íslenska og svo Newcastle United. Ég er ekki að segja það að þetta samstarf hefði ekki orðið ef að ég hefði ekki gert þetta en þú veist, þetta allan að gerist fyrr eða eitthvað var. Svona það er svona stikla á stóru leikurinn á móti Liverpool, úrslitaleikurinn í Carabao Cup sem við unnum. Ég sá allar skreitingar í þessum á salnum öllum og var mikið gert í því að reyna að hafa þetta svolítið skemmtilegt og flott og ég veslaði þetta inn fullt af einhverju dóti og mjög gaman að því að setja þetta upp og sá ekkert eftir því, þetta var geggja. Einnig var ég í einnig var ég að skipuleggja þessa ferð út og það sem ég langaði til að segja við ykkur varðandi þessa ferð og það sem ég er svolítið hrættur áður en að eftir að ég fer frá störfum. Ég er svolítið hrættur það að verðið á þessari ferð, þessum ferðum og þessum miðum sem að klúbburinn munum vera að fá, ég er svolítið hrættur það að verðið munum vera mun hærra í næstu ferðum. Og ég er svolítið hrættur það að það eftir að vera að skýla sig á bak við einhvers konar afsakanir það að vera með farastjórn og eitthvað, það er að borga fyrir það og eitthvað svona dótar. Ég er nokkuð vissum að það verði, og ég vona svo heitt og innilega að það verði ekki, vegna þess að ég setti upp núna síðustu ferð sem að við vorum að fara núna, ég setti hann upp, ég bókaði flug, ég bókaði rútu, ég bókaði hótel og ég gerði þetta allt með því hugafari að þetta væri aðgengilegt sem flestum. Þannig að þú áttir ekki að þurfa að blæða fyrir þetta. Ég veit nefnilega að fólk í þjóðfélaginu hér á Íslandi, það er ekkert allt staðsett sem fyrirtækja eigendur og bankastjórar og annað, þannig að það geta ekkert allir bara sólunda 200 skall á mann fyrir einhverja fótboltaferð, það er ekkert allir sem geta gert það, og þannig að þess vegna setti ég þessa ferð þannig upp að þetta væri budgetferð og myndi svona halda hópnum saman, og það gekk heldur betur vel og fór rosalega vel fram. Ég var mjög ánægður með þetta alls saman, rosalega ánægður, og ég eignaðist fullt af vinum hann úti sem að ég mun halda áfram að hafa samband við, og þessi klúbbur okkar hérna á Íslandi, mér langar bara að sitja hér í loftið, mér hefur ekki liðið vel í stjórninni og ég var varaður við þessu áður en að ég fór í þetta, og ég vildi halda því fram að þetta myndi ekki gerast, en þannig var það nú bara samt. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hverjir voru að segja mig hvað eða neitt svoleiðis, enda er þetta opinbert og allir geta hlusta á þetta. Ég vona svo heitt og innilega að sá sem kemur í minn stað í klúbbnum haldi áfram með að gera klúbbinn þannig að þetta sé ekki eitthvað, að þetta sé ekki íslenskt kompani, að þetta sé ekki bara hugsa gróða 1, 2 og 3 og allir er að græða eins mikið á því og þau geta. Það er svona típiska íslenska hefðin fyrir fyrirtækjarekstri og klúbbastarfsemi. Það er að fá hvað ég var að segja, svona umbun fyrir allt sem það er að gera. Ég hef ekki tekið nokkuð skapaðan hlut fyrir mína vinnu, en það datt mér það ekki til hugar að gera það. Það var talað það einhver tíman á einhverju tímapunkti að fá spons í
þetta podcast. Það mun örugglega einhver gera það og það er bara allt í góðu fyrir þeirra hönd, en ég er bara ekki fyrir mig, takk. Ég eyði mínum tíma í þetta og ég blæði svört og hvíti. Það er bara ekkert flókið. Ég er inn í öðrum verkefnum líka fyrir klúbbinn sem að ég mun hætta. Ég ætla ekki að klára þau verkefni og þau mega bara annarkvort dala út eða einhver almennilegur einstaklingur hefur samband við mig og fær þær upplýsingar sem að ég hef verið með á mínum höndum. Ástæða fyrir frákværi mínu frá stjórninni er raun og veru bara svo að ég held að manneskjur persónur hver og ein manneskja getur bara tekið vist mikið mótlæti og ég er með mjög háan þröskuld orðaða þannig fyrir mótlæti og ég get tekið ansi miklu og það er hægt að ég er þekktur fyrir það að láta vaða svolítið yfir mig stundum en í þetta skipti ætla ég ekki að gera það. Ég get ekki verið sá eini sem er að vinna verkefnum og heyra ekkert neitt frá neinum. Það er bara þannig. Ég get bara ekki unnið þannig. Þannig að ég vona bara að koma einhver fín náungi eða kona eða eitthvað. Skiptir svo mikið máli hvort það er. Bara ég vona að koma fín manneski inn í þetta sem að getur haldið utanum það að það sé ekki spilling inn í klúbnum. Það er eitthvað sem ég hef verið að berjast fyrir mjög lengi og ég er bara búin að gefast upp, sorry. Ég get ekki meira því miður. En bara svona til að halda geðheilsu þá er þetta bara fínt að kúpla sér frá þessu. Stuttu eftir að þessi þáttu fyrir lofti mun ég senda þetta á stjórnarmeðlimi svo að þeir geti nú vitað af þessu. Ég er ekki búin að segja þeim frá því ennþá. En þessi ástæða var bara tekin í dag. Þannig að þið eru bara með heitustu fréttinar hérna. Þannig séð. Hlustendur, allt er svart og hvítt. Mér langar til að þakka rosalega vel fyrir mig. Ég er búin að fylgja svolítið með áheyrnartölum og það er mjög gaman að sjá þegar að þið hafið áhuga á að hlusta á það sem við höfum að segja. Okkur finnst þetta sem mjög skemmtilegt og einn daginn þá mun ég halda þessu áfram. Það verður nú ekki alveg strax en ég er komið með nýtt podcast sem heitir Svart og hvítt, hreint og beint og ég mun halda áfram þar. Ég veit ekki alveg hvenær ég byrja en rásin er komin í loftið allavega, ekki búin að setja neitt inn á hana en þarna mun ég halda áfram svona þessu spjalli Newcastle og það verður gert með óhefbundnum hætti. Það verður ekki svona bara svo við þetta því. Ég ætla svona feta fótspor sem að ég hefði haldið að ég myndi aldrei feta en kemur í ljós ef þið hafið áhuga á því að ég tjekka á því. Mér langar bara að þakka rosalega fyrir mig. Ég vona að ég hef komið þessu vel frá mér og vonið að þið hafið notið þess að hlusta á okkur og ég vona það að séu nokkrar að núti sem eru mjög ósammála mér sem er bara frábært. Ég vil endilega að fá fólk til þess að vera ósammála mér því að skoðanir mínar er ekkert alltaf þær vinsælustu og það er bara gaman. Það er gott að vera með mismunandi skoðanir og mismunandi álit á hlutunum og það er það sem gerir lífið skemmtilegt. Ég kveð þá bara fyrir fullt og allt. Takk fyrir okkur.